Örvar, Tindastólsmenn, sýnd veiði en ekki gefin? Já, alls ekki sýnd veiði, þetta bara langbæsta liði í fyrstu deild og það hefur sýnt sig í vetur að munurinn á milli fyrstu deildar og svona liðan í neðri hlutunum í úrvalsdeild engin og við erum búin að mæta tveimur fyrstu deildarliðum í bikarkeppninni í ár og bara unnið eftir hörkuleiki, þannig að ég býst bara við hörkuleik og sérstaklega fyrir norðan, þannig að þetta verður bara hörkuleikur. Þið hefðu eflaust viljað sleppa við langferðalagið, ekki satt? Nei, minna, þú getur lent alls staðar í bikarnum, það er nú rjóminn við, það er aldrei leiðilegt að fara norður. En það gerir náttúrulega erfara, það vilja allir fá heimaleik en við teljum okkur bara að vera í góðum séns í að komast í bikarúrslit og ætlum okkur ekkert annað, þannig að við tökum þessu bara og þetta verður bara mjög skemmtilegt verkefni. Fólk hefur einmitt haft það á orði að séu töluverð batamerki á í liðinu svona á nýja árinu, sammála því? Já, það er búin að vera batamerki hjá okkur og við erum búin að spila vel undanferðið en við viljum gera betur og höfum verið að tapa leikinn naumt og við þurfum að fara að snúa sig yfir í sigra en við erum ánægðir með þetta svona eftir að Nigel kom inn í þetta þá bara hefur þetta batnað mikið og bara aðrir að stígu upp, þannig að við erum bara virkilega ánægðir að vildi örugglega öll lið verið í þessari stöðu að vera í undanúrslitunum í bikarnum. Óli, það fagnaði engin meira en Tindastólsmaðurinn við bikardráttinn, sáttum við útkomuna? Já, heimaleikur er allt sem við viljum, alveg sama hver mótarinn hefur verið, við hefum alltaf verið sáttu heimaleik, eina sem við vildum. Fyrstu deildarlið komið í undanúrslit bikarsins, hvernig verður þetta í síkinu? Þurfum við að byrja að hleypa inn 3 tímum fyrir leika? Ég grunna það, að við fyllum húsi þetta skiptið því að við ætlum okkur í höllina, þannig að þetta býður verkefni. Nú erum við að tala ósigralið og fyrstu deild að mæta einu af botliðunum úr úrvalsdeild, eru ekki allar forsendur fyrir svakalegum leik? Jú, ég meina við erum búin að vinna alla leiki í vetur og við erum bara stemmdir í þetta og alveg saman þó við fengið eitthvað annað lið, við erum farið í þetta til þess að vinna og við ætlum að vinna þetta og ætlum í höllina. Já, og fá heimaleik, draumur í dós. Heimaleikur er eina sem við vildum. Heimaleikur, þið biðið ekki meira eða? Nei, okkur var alveg sama hverju við fengum, við þurfum að vinna alltaf besta lið og hvorum leiknum þannig skiptir máli. Við sáttum bara með það. Þósararnir, hvernig svona leggst það í það að mæta þeim undanúrslitum það verða komið smá saga og einvíð þessara klúba? Bara vel, við töpum fyrir þeim í vetur og vorum mjög ósáttir eftir leikinn, þannig að við höfum bara harma hefna. Röstin sem bikarstöðstaður, gefur hún vel? Hún gefur alltaf vel, mjög gott að spila þær. Hvað með svona ferðalag í höllina? Síðasta tímabil ykkur ofalega huga hvað það varðar? Klárlega, maður gleymi því ekkert svo glatt að tapa þar, þannig að það er mjög ofalega huga hjá manni að bæta fyrir það. Það kemur þið væntanlega ekkert óvart að það eru örugglega margir sem myndu setja pening á Grindavíkurliðið í þessari keppni. Er þetta bara slamd okkur komið heim eða? Nei, við þurfum að vinna leikina en ég skil alveg vel að fólk stimplar okkur sem sigurvera núna. Ég meina við erum tvöfaldir Íslandsmeistarar og erum þriðja eftir liðdeildinni, þannig að ég skil vel að fólk stimplar okkur það sé búið að dæma okkur bikarinn en við þurfum að vinna leikina fyrst. Benni, þið eru að fara í röstina í undanúrslitum, var það svona það versta sem var í boði eða? Nei, alls ekki. Maður tekur bara því sem kemur og maður er náttúrulega búinn að læra það með hennar bikar að þú veist aldrei hvað er að fara að bíða þig næst og þú getur farið þvílíkan veg í þessu og mætt öllum bestu liðunum og svo getur þú farið hérna í úrslit. Ég er á til dæmis möguleika að fara í úrslit á þess að mæta úrvalsdeildarliðið, þannig að og fyrir mér er þetta bara það sem gerir bikarinn skemmtilegan og þetta er svona möguleiki minni liðana að ná í titil og það er bara fjör í þessu. Ég hræðist ekkert að fara til Grindavíkur. Er að verða komin einhver svona milliríkja deila í þessum þorpum svona í ljósi síðustu ára? Nei, alls ekki. Auðvitað er þetta svona kannski nákvæmna sveitafélög, sérstaklega náttúrulega eftir að Suðurstrandarvegurinn kemur en það er allt gott á milli Grindavíkur og Þorlákshafnar og spiluðum hann við á í úrslitum í Íslandsmótinu í hittifyrra og þetta er bara, við tölum alltaf um það að Suðurstrandarvegurinn var gerður einmitt fyrir þessi MV. Og þau eru orðin praktískari fyrir vikið þá á efnahaginn að líta? Já, svo bara vona að farið verið góð.